Tríó mánaðarins 1840 kall stykkið 3 stórar pítsur á sjóðheitu tilboðsverði ef þú pantar á netinu eða með appinu greiði fyrir Dominos. Góða kvöldi kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á IA TV á Norðurálsvellinum. 27. júlí framundan leikur IA og KR. Örn Arnarsson heiti ég og ætla að lýsa þessum leik og með mér í útsendingunni Ingimar Elvar Ágústsson. Nú, þetta óhætt að ímynda sér að verði erfiður leikur fyrir heimaliðið KR með fjóra sigurleiki í síðustu 5 leikjum og sitja sem fastast í efsta sæti þessarar lengjudeildar. IA hins vegar ekki búnar að vinna leik síðan 15. júní þegar þær sigruðu Grindavík á útivelli í síðustu 5 leikjum, 4 töp, 1 jafntefli og það var hérna heima gegn Haugum. KR, eins og ég sagði, í efsta sæti með 28 stig, með leik minna en FH sem í öðru sæti og með 26 stig. Þriðja sæti Afturelding með 25, þessi lið skera sig svolítið úr og önnur lið sennilega búin að missa af möguleikanum á að berjast þessi úrvalsdeildar sæti, Pepsi Max deildar sætin. Síðan kemur pakki hérna í miðunni Víkingur með 16, Haukar 15, Grótta 13, 7. sæti Grindavík með 11, síðan kemur IA liðið í 8. sæti með 10 stig, stigi meira en HK sem í 9. sæti og 2 stigum meira en Augnablik sem að situr í bottsætinu. En hefur ekki gengið sem skildi hjá IA í sumar, en eins og ég sagði þá aldeilis búið að vera annað upp á teningnum hjá KR. En við skulum bara vinda okkur í það að skoða byrjunarliðin. Í markinu hjá IA númer 1 Anita Ólafsdóttir, aðri leikmenn númer 2 McKenna Akimi Davidson, númer 5 Anita Sól Ágústsdóttir, númer 6 Eva María Jónsdóttir, númer 8 Sigrún Eva Sigurðardóttir, númer 9 Róberta Lilja Ísolsdóttir, númer 10 fyrirliðin Bryndís Rún Þórólfsdóttir, númer 14 Dana Joy Sheriff, númer 17 Védís Agla Reynisdóttir, númer 19 Anna Þóra Hannesdóttir og númer 27 Unnur Ír Haraldsdóttir. KR-liðið þannig skipað í markinu. Númer 29 Ingibjörg Valgeirsdóttir, aðri leikmenn fyrirliðin númer 3 Ingunn Haraldsdóttir, númer 4 Laufey Björnsdóttir, númer 6 Rebekka Sverrisdóttir, númer 7 Guðmunda Brynja Óladóttir, númer 8 Góðsögnin Katrín Ómarsdóttir, númer 17 Hildur Björg Kristjánsdóttir, númer 18 Bertís Fanny Einarsdóttir, leikmaður sem við þekkjum vel hérna frá Akranesi, gerði garðinn frægan hér í allavega 2 fyrstu tímabilinu sem að IA TV synti hérna, fór að senda út leiki yfir meistaraflokks kvenna og hefum marga góða minningar tengda Bertís í Fanny. Gott að sjá hana hér á Akranesi aftur. Númer 20 Inga Laufey Ágústsdóttir, númer 23 Arden O'Hare Holden og númer 24 Isabella Sara Tryggvadóttir. Á varamanna bekkjónum þessi leikmenn hér, númer 7 hjá Skaganum, númer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir, númer 15 Marey Edda Helgadóttir, númer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir, númer 23 Dagbjört Líf Guðmundsdóttir, númer 24 Dagný Halldórsdóttir, númer 25 Lilja Björg Ólafsdóttir og númer 29 Erna Björt Elíasdóttir. Þjálfarar IA í dag, Aron Ímir Pétursson og Björn Sólmar Valgeirsson. Engin unnar í þessum leik. Á bekknum hjá KR Sandra Dögg Bjarnadóttir, númer 2, númer 5 Emilía Ingvadóttir, númer 13 María Sofía Júlíusdóttir, númer 14 Kristín Sverrisdóttir, númer 16 Tíana Kristins, númer 21 Ásta Kristinsdóttir og 26 Lilja Dögg Valþórsdóttir og Jóhannes Karl Sigur Steinsson þjálfari þeirra. Aðeins annar bragur á inngöngunni eftir að samkomu takmarkanir voru hertar. Annað liðið kemur inn á hér og dómaratríóið býður uppi og IA liða meðan að KR stúlkur koma inn á völlin, en dómaratríóið hins vegar þetta: Sigurður Þráinn Geirsson blæs í flautuna og aðstofadómarar Tryggvi Elías Hermannsson og Ingólfur Kristinn Magnússon.
Já. KR-liðið komið inn á, Skagaliðið hingrar ennþá. Annar aðstoðardómarinn kominn einnig. Þá kemur Skagaliðið leitt áfram af Bryndísi Rún Þórólfsdóttur. Og sjáum þær koma hérna til leiks. Hingað til vonbrigðin verið töluverð hjá IA. En sjáum við dómaraleiksins. Að nálgast öllin sigur þráinn. Og allt að verða klárt. Já, við vonum að í hertum samkomu takmörkunum að þá verði okkar þjónusta ennþá, svona sýni ennþá með frekar mikilvægi sitt. Og sjáum að þær heilsast ekki mjög innilega að þessu sinni. Og þá er þessum formsatriðum lokið og allt að verða klárt. Fyrir leik liðanna lauk með 4-1 sigri KR í Vesturbænum. Það var 21. maí þar sem að Guðmunda Brynja Óladóttir kom KR yfir strax á 14. mínútu. Sigrún Eva Sigurðardóttir jafnaði rétt fyrir lok fyrri hálfleiks á 42. mínútu. En KR bætti síðan 3 mörkum við í síðari hálfleik. Ingunn Haraldsdóttir á 54. og síðan komu 2 mörk í uppbótartíma. Kathleen Rebekka Pingel og Laufey Björnsdóttir bættu við 3. og 4. markinu. En þá eru KR-ingar sem að hefja leik. Sjáum að Eva María Jónsdóttir er komin á ný. Býtu nú við. Það er bara spynt út af strax. Katrín Ómarsdóttir kemur af velli og í hennar stað kemur leikmaður númer 2. Sandra Dögg Bjarnadóttir. Þetta er eitthvað. Það er eitthvað skólast til. Leikskíslan væntanlega. En Katrín Ómarsdóttir að fá hérna skráðan leik. Og þetta er skemmtilegt en þá er þetta komið á stað. Anna Þóra með langan bolt upp í vinstra horni. Mér sýnist Skagaliðið vera að stilla upp hérna 3 manna varnarlínu, öftustu línu. Og þær Róberta Lilja og Védís Agla, svona einhvers konar væng-bakverðir. Þannig að það er varnarsinnuð uppstilling hjá IA. Bryndís með slæmasendingu inn á miðuna. Þá koma þær Bergdís Fanney. Þá Hildi Björg fær hann aftur. Bergdís Fanney setur hann inn á teiginn en Aníta kastar sér á hann og hann sama knöttinn. Unnur í baráttunni hérna, en það er Fanney sem hefur betur, hefur hérna dálítið pláss, hún er með sterkan vinstri fót, kemur með hann langan yfir, en hann siglir í gegnum allt saman og út af. Þá Unnar Þór Garðarsson ekki á varamannabekk að stýra liðinu með Aron Ími. Björn Sólmar sem er nú markmannsþjálfari, titlaður sem þjálfari með Aroni í kvöld. Þannig að vill nú fá eitthvað fyrir sinns nú hann, fær ekki. Kemur Ingaleifi með innkastið.
Anna Þóra reynir að hreinsa þarna fram en Isabella Sara hann að halda sig inn og setur hann fyrir en þessi bolti aftur fyrir Anita fær hann hjá nöfnu sinni kemur svo með hann langan hérna fram í áttina Sigrún Evu sem hann að skalla hann áfram Unnur Ýr leggur af stað Ingunn Haraldsdóttir á undan henni setur hann tilbaka á Ingibjörgu McKenna nær ekki að taka með sér þarna, missir hann aftur síðan Laufey leggur hann tilbaka, Sigrún Eva, fín pressa hjá henni Bryndís lyftir þessu inn fyrir og Dana Joy fer á eftir en Ingibjörg kemur út og hreinsar þetta frá Sandra síðan hérna inn á miðsvæði kemur langur bolti fram og brotið á Laufeyju kemur langur bolti í áttina teiknum nei, það Anita sem er í baráttunni Bryndís líka, þessi bolti laus hérna og það KR sem að Guðmunda Brynja hérna heldur þessi inn á en Róberta síðan hreinsar þetta fram Deinan er að taka niður, þetta er vel gert og vinnur innkast fyrir Ía fín snerting hérna hjá Dana Joy Anna Þóra með innkastið á Deinu sem að næri ekki að taka nóg vel með sér en hérna kemur frábær sending inn fyrir frá Sigrúnu inn á Unni Ýr og dæmd rángstaða ég ætla að vera pínu efins, við skulum sjá þetta aftur hérna sjáum Unni hérna, jújú þetta er hárréttur dómur maður á aldrei að efast og Ingibjörg kemur með langan bolta fram Eva María skallar þetta frá Hakimi Davidsson hérna út á Védísi en langan fram Unnur Ýr kemur hérna á flegiferð nær hún að vera undan Ingunni það er hún og þetta er skot eða hvað en yfir markið sjáum að Unnur núna í tvíganga minna á sig hérna það er verið að spila í Pepsi Max-deild kvenna líka í kvöld og strax eftir 1 mínútu Þróttur Reykjavík komnar 1-0 yfir gegn Keflavík og í lengjudeild karla tekur Þóra Akureyri á móti Fram og þar er staðan 1-0 fyrir Fram og koma káringar en Róberta vinnur boltann sendingi frá henni ekki alveg nógu góð og Inga Laufey kemur hann tilbaka á Rebekka síðan tilbaka á Ingibjörgu sem að skiptir síðan yfir til vinstri Hildibjörg kemur honum áfram og það er Fanney læðir honum upp í hornið Anita Sól er á undan og vinnur innkast er á undan Isabellu Söru hana í boltan Anita skallar fram á McKenna frábærlega gert hérna hjá Arden OHR sendir hann yfir til vinstri Róberta Lilja nær að stoppa þetta en KR ennþá með boltan tilbaka á Ingu sem að lyftir þessu afturinn á tegin yfir Evu Maríu þarna er Isabella Sara hann er að gera þetta vel Arden OHR aftur á Isabellu en slöksending hérna Dana Joy vinnur boltan og Sigrún nær ekki að finna Unni Ýr það er engin rángstaða eða hvað Eva María í smá vandræðum en Dana Joy nær að taka boltan með sér og þá geta þeir lagt af stað í hraðasókn fín kappreying hérna McKenna KR-liðið búið að komast aftur fyrir boltan Védís upp í hægra hornið aðeins svo langt fyrir Unni Ýr ágætis byrjun hér það Ingunn fyrir KR
Sjáum að Skagaliðið pressar ekki á miðverðina. Rebekka setur hann eftir jörðinni beint á Önnu Þóru. Deina Joy reynir að pota hann einn fyrir á Sigrúnu. Góð hugmynd þarna en framkvæmdin ekki nógu góð. Hála Guðmunda upp í hornið á Perdísi Fanneyju. Hún með boltan fyrir markið. Þetta er fínasta fyrirgjöf en vantaði samherja þarna. Perdís Fanney var hérna önnur markahæstu leikmanna ÍA hérna á sínu síðasta tímabili hér. Fór síðan í Val en er komin yfir í KR núna. Náði ekki að stimpla sig inn í valsliðið. Enda gríðarlegur stór og mikill leikmannahópur, sterkur þar. Mikil samkeppni. Anita fram á við á Unni. Unnur snýr og setur hann inn fyrir. Þær eru svona þrjár í sóknar svona liði í þessum leik. Það er Deina, Sigrún og Unnur. Deina með fína pressu, vinnur boltan hérna af Ingu Laufey en missir hann aftur, kemur svo langur bolti fram en beint til Anitu Ólafsdóttur í markinu. Já, skot. Það myndast stemming hér. Anna Þóra tilbaka á Anitu. Hún á Anitu Sól, Anita á Unni sem að mikið til baráttu þarna við Hildi Björg sem hann er að koma boltanum frá en Unnur vinnur síðan innkast. Anita kastar hérna fram. Unnur vinnur boltan. Deina tapar honum hann í augnablik. Missir hann síðan, ekki dæmt. En slökk sending hérna hjá Ingunni og boltinn í gegn. En Unnur, já, fær innkast. Hildur Björg hérna tók enga áhættu. Deina fær hann úr kastinu, tilbaka á McKenna með flotta snertingu þarna. Védís reynir að lyfta þessi inn á teginn, gengur ekki. Kemur Sandra. Langan bolta í gegn. Ætlaðan Guðmundur. Smá tennis hérna fram og tilbaka núna. Bryndís á Deinu. Deina snýr. Rekinn tilbaka. Aftur á Önnu Þóru. Hún á Róbertu. Róberta leggur á stað. Gerir þetta vel. Kemur sér með hann í gegn fyrir Unni Ír. Þessi er aðeins og vinnalega. En það er greinilegt hvað svona leikuppleggið er hjá þjálfurum ÍA. Það er þessar stungu sendingar á Unni. Hvort að hún hafa metið að hún hafi hraða á þær hana í öftustu vörn. Anita hreinsar þetta bara út af. Kemur boltinn inn á teginn. Eva María hittir hann ekki. Tekur hann síðan í annari tilraun. Nei, boltinn hefur farið aftur fyrir og hotspinna. Smá vandræðagangur þarna hjá Evu Maríu. Og fyrsta hotspinnan í leiknum lítur dagsins ljós. Það er Berdís Fanney Einarsdóttir sem að tekur hana. Koma þær á ferðinni inn á teginn, þessir á fjær. Skallað upp í loftið, síðan er þeim að kenna sem að kemur þessu frá. Káringar halda boltanum. Boltinn áttur hérna tilbaka. Inga Laufey með sendinguna inn á teginn. Bryndís setur það frá. Síðan er það skot þarna í varnarmann frá Ingunni
og Róberta síðan hreinsar þetta frá mínu sjónarhóli hérna og leit þetta út fyrir að svona breyta öðruvísi stefnu en það gerði líka með innkastið og það náttúrulega Ía sem á þetta, já. Á morgun á sama tíma, korter yfir 7, taka Káramenn á móti Reyni frá Sandgerði í annarri deild karla og við gerum ráð fyrir því að sjálfsögðu að vera á staðnum og sína beint frá þeim leik. Líkt og hjá öðrum liðum Akraness þá hefur gengi Káramanna ekki verið gott í sumar, því miður. Sigrún með 3 í kringu sig þarna og tapar boltanum, gefst ekki upp og Róberta kemst í hann, setur hann yfir til hægri en það bara Hildur Björg og setur hann tilbaka á Ingun síðan, reynir langan bolta fram, frábærlega gert hjá Önnu Þóru, Bryndís fyrir tæklinguna, Guðmunda nærar boltanum af henni, reynir að lyfta hann í gegn, virðist með fara í hendina yfirmanni þarna en ekki dæmt. Þarna Katrín Ómarsdóttir sem fekk skráðan leik hérna. Ætli þessi ekki leikur númer eitthvað helling. Langur og farsæll ferill hjá Katrín Ómarsdóttir, bæði með landsliðum og félagsliðum. Akínu McKenna hérna lægir hún í gegn á Deinu og Deina fellur við en hún rángstæð. Þetta hárrétt held ég. Mér fannst þetta einmitt sem betur fer fyrir KR því að þarna, já, hefði mögulega þurft að dæma víti og jafnvel rautt spjald ef hún hefði verið rétt að þarna fara niður þarna komin inn fyrir. Það var Holten. Önnur Ísabella, fín barátta hjá Ía-liðinu en Ísabella hirði boltan upp aftur, setur hann á Laufey yfir til hægri, Guðmunda Brynja þar, Róberta til varnar, Guðmunda, nei, kemst ekki fram hjá henni, Róberta gerði vel hana, KR-liðið að færa sér töluvert mikið fram á öllin hérna, Holten hérna út á Söndru Dögg sem að kemur boltanum sinna á Guðmundu en þetta var hættulaust. Korter liðið, staðan 0-0. Ég held að svona gæti verið raunhæft markmið í að fyrir þennan leik að ná í stig hérna á móti toppliðinu. Það sjálfsögðu, auðvitað myndu Skagamenn alltaf þykja sigur en hvort að það endilega aðal markmiði að fá bara góða framistöðu hérna og vona að góð úrslit fylgi í kjölfarið. Það ná að standa í toppliðinu hérna. Það ekki nema einum leik frá fallsæti. Kemur Hildur Björg á miklu spretti hérna en Sandra missir boltan, Védís Unnur ílega á stað en sendi ekki inn aðeins svo seint en þarna kemur hún síðan smá vandræði á Rebekku en Inga Laufey bjargar henni fyrir horn. Anita langar bolta fram, Rebekka kemur svo frá, Sandra hyrðir hann. Anita skallar þetta frá, beint á Ísabellu, Guðmunda síðan nálgast heginn, reynir skotið, þetta var máttlaust og fram hjá markinu. Ég held að Skagaliðið sé sátt með að ef að marktilraunir KR eru svona. Bolti hérna frá Sigrúni og Sigrún lyftir þessu síðan fram á við. Ingun skallar þetta frá, beint á Holten sem að reynir að finna Fanny, tekst þar. Hún upp í hótnið á Ísabellu. Anita Sól til varnar,
Isabella kemst fram hjá henni en Védís þá tilbúin í varatekningunni. Holden nær að snúa út á Fanneyju. Fanney síðan lyftir þessu í áttina að markinu en aftur fyrir Anna Þóra. Sjáum að Káli ekki í neinni hápressu á varnarmenn í að heldur. Védís McKenna er að snúa aftur á Védísi. Anita fyrir geði. Deina er við fyrsta snerting og heldur boltanum samt. Bryndís býður sér á miðjunni, fær hann, setur hann síðan upp í horni. Þar er Védís Agla á ferðinni, Ingunn er á undan. Setur hann tilbaka á Ingibjörgu, þá kemur pressan á hana, en hún gerir þetta vel. Kemur hann langan fram, Bryndís vinnur fyrsta boltan, Deina annan en KR tekur þriðja boltan. Sendingin í gegn og Guðmunda er rangstæðið hér. Þetta var mjög tæft. Getur kannski séð þetta aftur hérna. Það vinnaði boltan. Jú, hún er skörinni fyrir innan Önnu Þóru þarna. Samkvæmt. Nýjustu áherslum, þá er þetta bara rangstæða. Anita með langan bolta, Deina Joy nær þessum bolta, já, hún nær að halda honum inn á. Dansar hérna og vinnur síðan innkast. Hárfín sending hérna innfyrir frá Anitu Sól. Staðan ennþá 1-0 fyrir Þrótt gegn Keflavík í Pepsi Max deild kvenna. 1-0 einnig fyrir Fram gegn Þór Akureyri. Það var nú Skagamaður sem skoraði mark Fram. Alexander Már Þorláksson. Gerði það. Kemur boltinn inn á tegin, bengi fangi á Ingibjörgu. Koma KR stúlkur á mikilli ferð. Isabella inn fyrir en ekki nein vandræði fyrir Anitu. Tuttugu mínútur liðnar og ágætis jafnræði með liðunum hingað til. Unnur, þessar löngu sendingar er að virka hingað til. Deina leggur á stað, finnur Bryndísi sem að setur hann yfir til hægri á Unni. Þurfa að keyra á tegin, Unnur með fyrirgjöfin en á fjær. Og þetta er Ingibjörg í töluverðu vandræði með þetta. Já, fyrirgjöf eða skot, það skiptir ekki öllu. Sjáum þetta hérna, fínasta sóknar uppbygging hjá IA. Og þetta væntanlega á nú að vera fyrirgjöf en Ingibjörg þarf að gera mikið til að halda þessu úti. Unnur Ýr hásbreytt þarna frá því að skora þarna. Sandra fær hann úr innkastinu. Fínasta pressa hérna hjá Deina Joy. En Sandra vinnur boltan tilbaka. Síðan er Rebekka með hann langan fram bara til Evu Maríu. Anita lyftur honum fram á við. Þarna var hlaupin ekki tilbúin. Aðeins og snemma sem þessi sending kom. Langur bolti fram, Fanney nær að flytta þessu áfram. Guðmunda reynir að finna Fanney aftur, gengur ekki. En Anita Sól setur boltan beint á Hildi sem að hittar hann tilbaka á Ingunni. Ingunn yfir til hægri. Þar er Inga Laufey. Sigrún setur pressa á hana, Inga gerir þetta vel, kemst fram hjá henni. Holden. Hann nálgast tegin, Sigrún ennþá að djöfla stíginni hérna og síðan kemur Róberta Lilja. Fín samvinna hérna í varnarleiknum hjá IA núna
Kemur Laufey Björnsdóttir til þess að taka innkastið. Langt klárað, Róbert að fara aftar, framan á. Taka það langt. Fanney kemur að býða sig hérna. Framan á Bryndís. Kasta inn á Guðmundur sem er að koma honum áfram. Eva María ekki vandræð með að setja hann í burtu. Og innkast. Inga á Guðmundu. Frábær vörn hjá Önnu Þóru Hannesdóttir hérna. Dana Joy. Það er að halda honum hérna, leggur hann tilbaka á Róbertu. Alltaf besti yfir á Anítu Sól. Hún á McKenna. Aftur út til vinstri á Önnu Þóru. Það er smá örlítil ónákvæmni í þessari sendingu. Anna lyftir þessu fram á miðsvæði en þá vinna KR boltan. Holden á Guðmundu með flottan bolta upp í hægra horni á Söndru. Holden kemur í hlaupið, fær fyrirgjöfuna, leggur hann út í teginn. Bryndís er ekkert að negla þessu frá, setur hann bara í fætur á Dana Joy. Védís fær hann hérna út til hægri. Védís á McKenna. Og Bryndís, jájá, þetta er ágætlega að spila hjá IA. Svona með því betra sem að ég hef séð frá þeim í sumar. Eva reynir að læða hann upp í hornið, frábærlega gert þarna á Védísi. Kemur hún síðan á Unni, Unnur skiptir yfir til vinstri, það er Sigrún Eva nær þessum bolta, hótar skotinu, fer í skotið og það er framhjá markinu. Ágætlega gert þarna hjá IA. Sjáum þetta aftur hérna, færa boltan hérna til hægri, síðan er Sigrún sem getur nú skotið. Þetta er alls ekki svo langt framhjá. Fínasta tilraun. Dana Joy fær boltan hérna inn fyrir vörnina, snýr og fer í skotið, vann og með Unni með sér hérna hægra megin. Þetta vinnur skallaboltaðan, Bryndís herðir upp frákastið en Hildur vinnur hann fyrir KR. Sendingin slök hérna, önnur slök. Védís síðan tekur hennar lausa bolta. Eva María með sendingu beint á Holden. McKenna Davidson vinnur hann hins vegar. Þannig reynir sendingun í gegn. Aníta Sól les þetta vel. Bryndís aftur á Anítu. Aníta síðan lyftur þessu fram á við. Skalla frá af Rebekku. Kemur sendingin í gegn og Sandra eftir en Aníta vel með á nótunum hann fyrir aftan. Kemur einhver bolti frá Anítu, skalla frá, Unnur Ýr tekur annan boltan, Dana, Bryndís út á Sigrúnu, Sigrún hérna fær stuðning frá Róbertu Lilju. Róberta tekur hlaupið upp í hornið, Sigrún leitar inn á miðsvæðið, þá kemur McKenna með slaka sendingu, ætlaði Dana Joy. En Önnu Þóru tekst að koma boltanum á hana, sjáum hérna yfir til hægri, Védís Agla með fullta plássi, sendingin allt of vinnalega hins vegar frá Davidson. Skaliði búið að vera að ógna meira núna þessar síðustu kannski 5 mínútur sem að er allt of sjaldséð búið að vera það í sumar. Guðmunda er sterk hérna í loftinu, Róberta hreinsar þetta upp og setur hann tilbaka á Anítu.
Þetta pínu hættulegu leikur hérna. Anita að halda þess inn á eins og þar. Og kenna tilbaka á Evu Maríu, hún á Bryndísi. Já, þetta sleppa með þetta. Og kemur pressan á Evu Maríu, hún losar hann fram. Það Hildur sem hirðir hennan, kemur á Holden. Rebekka á Ingulaugu. Varnarvinna hann hjá McKenna en Holden fær boltan aftur. Anna Þóra mætt á og setur hann út af. Og þá fær aðstoðardómarinn að reyma. Það líka mikilvægt fyrir dómaratríóið að vera reymaðir í skóna. Kemur Rebekka eftir að með langt innkast. Guðmunda klár hérna. Eflaust hún skotmarkið en Róberta lesi þetta vel. Unnur Ýr yfir hann upp. Ekkert dæmt hér, bara barátta. Ingunn lyftir þessu fram á við. Sandra eftir en Róberta Lilja á undan í boltan og já, vinnur innkast eða hvað? Nei. Ingalaufi heldur þessu inn á, lyftir þessu síðan inn að markinu. Anita út úr markinu og tekur hann í annari tilraun hérna. Mjötís kemur svo Bryndísi hann reynir að finna Dani Joy, gengur ekki. Boltinn út til hægri. Ingalaufi tilbaka á Rebekku. Rebekka sendi ekki hennar beint á Evu Maríu. Sigrún Eva tekur hann með sér. Rebekka herður hann. Nei, það var Laufey sem vann að henni boltan hérna. Ingunn síðan út á Hildi. Hildur með smá pláss hérna. Reynir að finna Ísabellu. Tekst það. Léttist í varnar. Aftur á Hildi. En Dana Joy vinnur gríðarlega vel tilbaka hérna. Þetta er fremsti leikmaður ÍA-liðsins sem var mætt hérna. Gríðarlega vinnusöm. Hálftími í liðinn og staðan 0-0 og ég held að mér sé óvægt að segja að ÍA-liðið búið að vera nærði að skora. Fram 2, Þór 0 á Akureyri. Bæta við öðru markinu á 82. mínútu, markaskorarinn ekki kominn. En þá 1-0 fyrir Þrótt gegn Keflavík. Það var strax á fyrstu mínútu sem að það mark kom. Vel gert hjá Unni boltan fyrir ÍA og frábær sending frá Sigrúnu í gegn og Unnur Ýr nær ekki að koma þess á markið. Þvílík sending frá Sigrúnu Evu þarna í gegn. Þetta er ekki búið, við hittir Sakla lyftur honum inn á teginn og það er ná að skalla þetta frá. Rebekka gerir það. Frábær sending frá Sigrúnu Evu þarna í gegnum miðja vörnina. Sjáum þetta hér. Bryndís á Sigrúnu. Sigrún hárnákvæm sending. En Unnur Ýr nær ekki að koma þessu fram hjá Ingibjörgu í markinu sem að gerði þetta vel. Já, mistökkarnir á Söndru. Skagaliðið er nú bara, held ég, að koma KR-liðinu bara í opna skjöldu. Hér með frábæri framistuðu hingað til í leiknum, bæði varnarlega og sóknarlega. Laufey með fína sprett hérna. Róberta Lilja með frábæra vörn og vinnur innkastið.
Þetta innkast beint á Holden hann að Laufey lyftur þessu í 8 teignum. Það bara Eva María sem að skallar hann á McKenna Davidson. Út á Védísi. Hún spila bara tilbaka. Anita Sól eftir þessu fram. Það þessu ekki gegnum vörðina eða yfir hana. Sandra á Holden. Holden að komast nálægt teignum. Eva María nær ekki að stoppa hana. Anna Þóra verður fyrir þessu. Og Guðmunda nær ekki að leggja hann á Fanneyju. Anna Þóra með sendinguna fram á Bryndísi sem hann nær ekki að taka hann með sér. Ingunn vann boltan af henni hana. Síðan er Inga Laufey. Bryndís fylgir henni eins og skuggi hana. Laufey og Unnur Ýr brýtur á henni. Þá KR konur hérna eitthvað spilnu á hættulegum stað. Liðinu hefur ekki gengið vel að verjast föstum leikadrifum í sumar en vonum að sjálfsögða það sé búið að þjálfa það eitthvað. Það er hárbolti inn á teiginn og það er Ingunn sem að tekur skallaboltan, skallar hann yfir Anítu þarna. Guðmunda hirðir síðan hérna frákast og reynir fyrirgjöfina en það er í aftur fyrir. Aníta á Bryndísi. Færa svo aftur frá McKenna Davidson. Finnur Deinu Joy sem hefur aðeins svona dottið út úr spilinu á allra síðustu mínútur. Davidson á Deinu sem að Róbert Lilja hérna með fullt af plássi hérna vinstra megin. Náður að færa nógu hratt. Anna kemur honum á Róbertu en móttakan svíkur hana aðeins en nær að vinna innkast. Það er Róberti sem að tegur kastið. Hann að finna Deinu, gengur ekki. Þannig, bara til Bryndísi. Bryndís fer í pressuna. Vinnur boltan. Það er að halda þess inn á. En svo fer hann út af í. Holden lengur þetta áfram. Þannig, nær að koma sér aftur á Holden. Anna Þóra nær að stíga fram fyrir Guðmundu þarna en boltinn er ennþá KR-inga. Tilbaka á Laufeyju sem að setur hann fram vinstri kantinn. Holden gerir þetta vel, kemur hann á Hildi, Hildur inn á teiginn en Védís Agla mætt til að stoppa þetta. Náðu að vera undan Ísabellu þarna í boltan. Já, sparkaði í dómarann og fær liðið bara boltan. Leik lokið á Akureyri, Þór 0 Fram 2. Framarar með í kjörstöðu í lengjudeild karla langefstir. Það er greinilegt að þessi vonbrigði þeirra á síðasta tímabili hafa kvarta til dáða. Nú ætlum við ekki að lenda í neinu vesinni þetta árið ef það þyrfti að slaufa mótinu og svona fyrr en áætlað var. Og er Inga sem KR á hérna mjög aftarlega á sínum vallarhelmingi. Þá kemur liðið Framar í pressu. Kastið á Fanneyju sem að skallar hann áfram en út af.
Róberta á Deini sem flyttur honum áfram en KR-liðið nær að koma þessu frá. Ingi Björg setur hann langan fram. Eva María tekur fyrsta bolta. Fanney tekur annan bolta. Anna Þóra hjálpa til í varnarleiknum hennar. Guðmunda setur hann í gegn og Anita Sól með frábæra snertingu þarna tilbaka. Þvílíkur varnarleikur. Þarna hreinlega bjargaði hún marki. Við skulum bara sjá þetta aftur hérna. Hættuleg sókn og þessi sending í gegn. Svona tekur einhverja skrítna snertingu þarna en Anita potar honum hérna frá Ísabellu tilbaka á Anitu og bjargar því sem bjarga var þarna en KR að minna á sig. Anna, langkast hérna, Dana Joy, það henni í fætur, setur hann á Sigrúnu, Sigrún aðþrengd. Við erum margar í kringum hann hérna og hún tógar síðan hérna. Og aukaspyrna, þetta var skynsamlega gert hjá Sigrúnu. KR fljótar að setja þetta í leik. Það er ágætlega að spila hjá KR hérna. Holden út til vinstri, þó fyrir aftan Hildi. Maður þarf að sækja hann. Fanney. Slök sending frá henni á beint á Védísöglu. Eva á McKenna sem setur hann tilbaka á Evu Maríu. Eva fram á Sigrúnu sem að potar hann hérna upp í hornið en Róberta, já, bæði liðin vildu nú eiga þetta engast en KR fékk það. Laufey fram á Fanneyju, hann megi ekki sína henni vinstri fótinn hérna. Finnur Guðmundu en hún aðþrengt hérna. Anita Sól stígur út hérna Ísabellu. Spurning hvort að Anita hefði ekki mátt taka hann upp hérna. Guðmundan er að fleyta þessu áfram. Anita letur hann nú skoppa hérna. Anita sem kastar þessu út á Önnu Þóru. Anita Sól fram á Unni, snertingin ekki góð. Hildur vinnur boltan. Það að snúa, Önnur vinnur vel tilbaka. Fanney en McKenna hyrðir af henni boltan og kemur þessu frá. Þannig að nýja liðin er að skipuleggja sig. Ísabella tilbaka á Hildi. Hildur háan bolta yfir en það eru eintóma gular treyjur. Eva María skallar hann á Róbertu. Róberta á Sigrúnu. Aftur á Róbertu. Róberta lyftir eins upp í vinstra hornið. Og fín vörn hann hjá Rebekku Sverrisdóttur. Þrjármyndir eftir að verða leikina hérna í fyrri hálfleik. Róberta með skiptinguna beint á Ísabellu. En Unnur Ýr vinnur vel tilbaka hérna. Og rekur hann tilbaka og hreinlega brýtur á henni hérna. En þær fá að halda leiknum áfram. Ísabella aftur komið með hann. Það var það Védís sem að stoppa hana. Hildur Björg síðan ætlar að fara sjálf hérna upp í vinstra hornið. En ágætlega dæmt hérna leifir leiknum að fljóta.
Anita Sól með langan bolta fram, Unnur Ýr var í rangstöðu þarna og réttilega flautað og flaggað og allar hundakúnstir. Kemur Ingunn með langan bolta fram, Fanney nær að taka hann niður, setur hann út á Ísabellu, Ísabella er ekki tilbaka, boltinn inn á teiknum, Eva María kemur síðan frá. Hann rífur Sólin sig hérna fram á Flóridaskaganum, Védís með langan bolta fram, KR tekur annan boltan. Sandra með slakarsendingu. Anna reynir að finna Dani Joy. KR-ingar undan boltan. Sigrún vinnur hann eins og hér. Læður honum inn fyrir Dana. Þetta er aðeins svo framalega fyrir hana. Ingunn vel með á nótunum hann í miðri vörninni. Hána Leifey sem að skiptir yfir til vinstri. Ísabella tilbaka á Hildi, hún reynir síðan sendinguna fram, Védís nær að stoppa það. Ísabella tekur frákastið frá því. Inga Laufey nálgast tegin hérna KR-ingar. Fanney vill auðvitað koma honum á vinstri fótinn. Skipti síðan yfir til hægri en þar er engin KR-ingur, þar er Védís Agla. Og nær að gera þetta vel, Védís hérna. Fer á stað, reynir að læða honum inn á miðjuna sem að Dana Joy var. En þá er hreinlega að flauta til hálfleiks hér. Staðan 0-0, virkilega góður leikur hjá IA hérna í fyrri hálfleik og verður spennandi að sjá hvort að KR-ingar eiga svör í síðari hálfleiknum eða hvort að IA nær að fylgja þessu eftir. Þannig að við tökum okkur hér 15 mínútna hlé líkt og aðrir en þið farið ekki langt því að síðari hálfleikur er hér framundan. Tríó mánaðarins. 1840 kall stykkið. 3 stórar pítsur á sjóðheitu tilboðsverði. Ef þú pantar á netinu eða með appinu. Greiði fyrirfram og sækir. Dominos.
Jæja, kæra áhorfendur, þá styttist nú í þetta hjá okkur. Síðari hálfleikur framundan hér, staðan IA 0, KR 0 og virkilega fínn fyrri hálfleikur hjá Skagakonum og sýnist vera óbreytt lið hjá þeim. Ein breyting átti sér stað á fyrstu sekúndum leiksins ef að þið mistuðu að því að Katrín Ómarsdóttir sem var í byrjunliðinu í sínum 145. leik fyrir KR á ferlinum. Sandra Dögg Bjarnadóttir kom í stæðin fyrir hana en þetta var áhugaverður viðburður. Og náttúrulega ótrúlegur leikmaður Katrín Ómarsdóttir fyrir KR í gegnum tíðina og ég veit nú ekki hvort hún var að slá eitthvað leikjamet eða eitthvað slíkt en því miður að viðurkenna fávisku minna í því. En hún fékk þarna leik númer 145 þó að það hefði nú ekki verið nema einhverjar 2-3 sekúndur. Tók upp að spyrnuna bara beint út af og þá var skipt. En forvitnilegt að sjá núna hvernig þessi leikur þróast því að eins og ég sagði, gríðarlega fín frammistaða hjá IA hér í fyrri hálfleiknum sem að KR-liðið sem að hefur verið nánast ósegrandi í deildinni hingað til í sumar virtist ekki eiga svör við því. Kemur hérna langur bolti fram, Unnur Ýr við það að komast í gegn. Rebekka er á undan. En ef við rennum kannski yfir þá sem að eru að spila á IA er Anita Ólafsdóttir í markinu. Næsta sóknina hjá IA í gangi, Unnur Ýr með boltan inn á teiginn. Sigrún Eva, þetta skalla frá, Bryndís hótar skotinu, fær boltan aftur og fer þá í skotið og það er rétt yfir markið. En í 3 manna varnarlínu eru þær Anna Þóra, Eva María og Anita Sól vangbakverðir, Védís Agla hægra megin, Róberta Lilja vinstra megin, síðan er Bryndís, Sigrún og McKenna Hakimi Davidsson á miðjunni og þær eru síðan fremstar Unnur Ýr og Dana Joy Sheriff. Hér kemur Védís Agla, hún er með Unni með sér hægra megin, Unnur fær hérna boltanum, Bergdís Fanney fer í pressuna og setur boltan út af. Þarna óttust þær við 2 markahæstu leikmenn IA. Voru með jafnmörg mörk ef ég man rétt árið 2018. 15 mörk hvor hérna sem þá hét Inkasso-deildin. En Fanney ekki búin að ná að svona ógnamarki IA ennþá í kvöld sem er bara því besta mál fyrir okkur heimafólkið. En í liði KR er Ingibjörg Valgeirsdóttir í markinu, aðrir eru Ingunn Haraldsdóttir, Laufey Björnsdóttir, Rebekka Sverrisdóttir, Guðmunda Brynja Óladóttir, Katrín Ómarsdóttir fór út af fyrir Sandru Dögg Bjarnadóttur, Hildibjörg Kristjánsdóttir, Bergdís Fanney Einarsdóttir, Inga Laufey Ágústsdóttir, Arden O'Hare Holden og Isabella Sara Tryggvadóttir. Og engar breytingar hjá KR í hálfleik. Þá er það KR-ingar sem að sækja hérna en Anna Þóra stoppar Guðmundu þarna. Kemur kastið inn á teiginn og markspyrna dæmd. Og liðið spilar út hérna sem fyrir Isabella Sól. Reynir að finna Védísi, vel gert hjá Hildi. En McKenna setur hann út af. Hildur fær boltan aftur.
Henni Guðmundur, hún leggur hann tilbaka á Laufi, aftur á Guðmundu, sendingin út til vinstri á Hildi. Hildur setur hann inn á fjær. Sandra í baráttunni Róbertu sem að næra skallan frá. Sigrún Eva síðan, en Inga Laufey missir boltan hérna. Dana Joy gerir vel í að ná boltanum af henni, en Inga Laufey nær að trufla hana. Sandra út til hægri, þar Holden. Holden með boltan inn á tegin. Anita kemur út úr markinu og hirðir hann. Védís pressa á hana, gerir vel, setur hann tilbaka á Anitu sem að setur hann langan fram. Dana rétt missir á henni, Sigrún tekur annar boltan, sendingin í gegn. Unnur Ýr við það að komast hér inn fyrir Ingunni, en Ingun gerir þetta virkilega vel. Á köflum vantar mjög lítið upp á að þessar stungusendingar í gegnum vörn KR hafi skilað marki. Þá koma KR, sendingin frá Ísabellu Ónakvæm. Róberta hefur nógan tíma hérna, lyftir þessu fram á við, finnur ekki Deinu. Bryndís tilbaka á Önnu Þóru sem að setur hann háan fram, en út af. Eva María setur þetta út af. Káringa mæta hérna ákveðinu til leiks í síðari hálfleiknum. Bara fyrir í að standa af sér fyrstu pressuna. Guðmunda gríðarlega sterk hérna, stendur af sér. En Róberta sem er búin að eiga skínandi fínan leik kemur þessum bolta aftur fyrir. En hotspinna sem að KR á, og þá fjölmennar í marktegin. Anita má sín lítið þarna í þessu fjölmenni. Fanney mun væntanlega snúa þessu inn að markinu. Setur hann út í tegin. Róberta Lilja kemur þessu næstu því á Dana Joy, gengur ekki alveg. McKenna í baráttunni og aftur og setur hann út af. Þá kemur Rebekka. Nei, þetta er Laufey sem að kastar eins og inn á tegin, og Anita Sól þarf að skalla þetta aftur fyrir, og þá er önnur hotspinna hérna stuttum tíma sem KR liðið fær. Það er Laufey sem að tekur spinnuna, hún er há og mikið darradans hérna í teignum, og þarna er munar minnstu. Þetta þurfum við að sjá aftur, það var eiginlega voðalega erfitt að greina hvað var að gerast þarna. Sjáum þetta hérna, þetta er svona himnabolti hérna, skallaður upp í loftið. Og það er Guðmunda sem á þarna bakfallspinnu, Anna Þóra síðan rekur fótinn í hann. Já. Á slæmum degi hefði þetta endað með öðru, endaði sennilega með marki hjá KR. Þá er ég að meina að sjálfsögðu slæmum degi fyrir Ía. Kannski þurfi ekki að taka það fram. Kemur Sandra Védís með að komast aftur fyrir hana. Hildur aftur á Söndru. Þetta er ágætlega að spila. Védís fær boltan hérna í andlitið. Og Tíana! fá hann þetta í kinnina bara. Þróttur 2, Keflavík 0 hérna í upphafi síðari hálfleiks. Það er svolítið fyrir það Þróttarar að skora bara strax í upphafi hálfleikjana. Fyrsta markið
kom á fyrstu mínútu og annað markið strax í upphafi síðari hálfleiks, fyrstu 2 mínútunum. Höldum áfram að setja og taka sér í brausu. Ekki maður meiri í þetta. En Védís harkar þetta nú af sér. Svo sem ekki búin að minnast á það, en leikið í 4. deild karla í dag, bæði í A-riðli þar sem að Árborg og Kría eigast við. Þar er staðan 0-0 eftir 22 mínútur. GG er að vinna Berserki 1-0 eftir 24 mínútur. Síðan í C-riðli tekur Álafoss á móti Birninum og Björnin er þar 1-0 yfir eftir 21 mínútur. Þetta er vel gert, Holden nær að taka hann vel niður hana og enn ein hornspyrnan sem að KR fær. Og Védís Agla fær að koma inn á. Og þá er það Bergdís Fanney Einarsdóttir sem að tekur hornspyrnuna frá hægri. Þetta stutt, Guðmundar býður sér stutt, Fanney fær hann aftur, setur hann fastan inn á teiginn, Anita út úr markinu, kýlir þetta frá og Íaliði nær að reynsa þetta, síðan frá kemur boltinn aftur inn á teiginn og Anita aftur út úr markinu og gerir þetta virkilega vel. Aggressíva, Káir! Aggressíva! Koma! Setjum á! Koma að Fanney! Róberta framhjá Fanney. Setur hann síðan inn á Deinu, erfitt fyrir hann að taka hann með sér þarna. Deina pressar þarna, að kenna líka á þetta ber árangur, sendingin í gegn Unnur. Nær ekki að taka með sér. Ingibjörg með langan bolta fram. Það er þetta svo vinnur boltan en KR tekur frákastið. Og þá er skipting hjá KR, það er Sandra sem að kemur af velli. Sandra Dögg Bjarnadóttir og inn á í hennar stað er að koma leikmaður númer 16 Tijana Kristic. Tijana Kristic fædd 1995. Fær hún boltan í fyrsta sinn. Það er frá mótherja. Það er hann aftur hérna. Lyftir honum upp í vinstra hornið, Hildur. Sem að virðist færa sér framar hérna. Sandra var komin hérna á vinstri kantinn. Þar sem að Ísabella Sara var lengst af í fyrri hálfleik. Og Hildur Björg er komin hérna fram á vinstri kant fyrir framan Tíjanu. Hann er að koma þessu frá. Unnur Ír, eldir. En enn og aftur fínasti varnarleikur hann á Ingunni Haraldsdóttur. Yes, kom svo, aðeins Skæ, aðeins! Aðeins frámar! Kom svo! Holden missir þennan frá sér, gríðarleg barátta hann í unni. McKenna, frábær sending hjá henni út á Védísi. Védís að ráðast hérna á varamannin. En sendingin ótímabær kannski. Ingibjörg tekur sér tíma hérna.
Þá er liðið aðeins að reyna á varnarfærslur í liðsins. Fínasta pressa þegar Védísi og síðan McKenna og svo Anita Sól. En Laufey hurði hennan og sendingi frá henni allt og föst fyrir hitti. Þá er það Anita og McKenna. Sendingin ekki nógu góð tilbaka. Guðmunda er baki í markið en gríðarlega sterk hérna. Nær að finna skotið en það er yfir markið. Guðmunda Brynja Ólafsdóttir marka hæst í liði KR. Ég sé ekki að fara með rangt þar, 13 mörk í fyrstu deildinni, eða í lengjudeildinni, þar að segja. Þá kemur Anita Sól á vettvang og tekur aukaspyrnu. Skagaliðið Fjölmennir fram á við. Það eru Róberta og Védís sem að bíða. En Anita ætlar að lyfta þessu hérna inn á teiginn. Mikil barátta Dana Joy á skallan en hann er of langt frá sennilega. Og Ingibjörg ekki í neinum vandræðum meðan sendingin hérna út á Díönu og McKenna setur press á hana en Krisic gerir þetta vel. En þessu fór ekki allir út af. Þetta er vel gert hjá Ísabellu. Ísabella segja nú til vinstri. Þar er Holden. Arden O'Hare Holden en hún er rangstæð. Staðan ennþá 0-0, 15 mínútur liðnar á síðari hálfleik. Védís smá kærulaus þarna, kemur Ísabella inn á völlinn. Vantar aðstoð, reynir sendingunni í gegn en Anna Þóra vel staðsett og hreinsar þetta tilbaka. Það er Inga Laufey með háan inn á teiginn. Eva María skallar hann út úr teignum. Róberta framlengir en Inga Laufey aftur með háan inn á teiginn. Þá er það Anita Sól sem sér að hreinsa. Eva með smá vandræði þarna en Anna Þóra kemur til hjálpar. Mér hefur fundist það enginn að liðið í kvöld að það er svona þetta samvinnu element sem að hefur kannski vantað. Það eru mjög samstiga í sínum aðgerðum, vinna hver fyrir aðra. Holden á Kristits. Sveiflar vinstri, setur hann inn að markinu og yfir markið. Anita undir pressu, með langan. Védís tekur boltan hérna á undan Deinu sem að færa svo hér frá Bryndísi og síðan kemur sendingin upp í hornið frá Deinu en Védís missir jafnvægið hérna og Ingunn enn einu sinni að standa vaktina vel hérna í vörninni. Kast hérna Guðmunda. Það er ekki að snúa Anita í bakinn á henni hana. Anita kastar þessi á Dana Joy. Hún tilbaka McKenna með lipratakta hérna á Védísi.
Védís undir mikilli pressu frá Hildi hérna, stendur það af sér. Finnur Sigrún. McKenna býður sig upp í hornið en vel lesið þarna af Kristits. Isabella tilbaka á Hildi. Hennar sending beint á Evu Maríu sem að fyrsta snertingin svíkur hennar töluvert Guðmunda síðan með sendingunni gegn Bergdís Fanney og Anita þarf að spyrna þessum bolta frá en Fanney lenti síðan hérna ofan á Anitu. Og það Tíana með sendinguna inn á Martein en Anita ekki í vandræðum með að grípa þetta. Síðasti heimaleikur IA var hérna gegn Gróttu 14. júlí og þar sigraði Grótta 2-0, vel gert hjá Dani Joy en þar áður gerði þær 0-0 jafntefli hérna við Hauka. Það hafi ekki unnið heimaleik síðan í fyrstu umferð þegar þær sigruðu Augnablik sem að þó gerði sér lítið fyrir og sigraði leikliðana í síðustu umferð og vann þá 4-2 og ég varst ekki að það hafi verið talsvert vonbrigði fyrir þjálfara IA að ná ekki í stig í þeim leik og hleypa í rauninu Augnabliki sem er botnlið í deildinni, hleypa þeim svona nálagt. Það er farið að draga vunni virðist vera hérna á hægri vængnum. Ingi Björg með langan fram beint á Anitu Sól, það hefur getað tekið hennar niður. Unnur Ír, samstuð þarna. Yes, áfram, press! Næsta! Höldum áfram! Og Ingi Björg spilnir boltan síðan út af hérna. Nei, þetta er fínt, áfram! Deina fær hann hit á kastinu með Kristits í bakinu. Hún gerir nóg. En það er búið að vinna boltan aftur. Bryndís á Sigrún undir mikilli pressu þarna. Þá var það Bergdís Fanney. Lyftir þessu fyrir en vörnin hátt uppi og Guðmunda var þar líka og átti ekki möguleika á þessu að ná þessari sendingu. Það var Hildur, McKenna pressar á hana. Isabella, slögg sending frá henni. Sigrún, hún er að setja Unni Ír í gegn. Það gekk ekki. Ingi Björg með langan bolta fram. Anita Sól í smá vandræðum. Védís gerir þetta vel. Védís Agla lyftir þessu fram. Rebekka skallar frá, beint á Bryndísi. Bryndís reynir sendingunni í gegn, Unnur Ír er komin í gegn, komin fram, nei, Ingi Björg kemur út úr markinu og hirðir hann af fótunum hjá Unni. Þarna vantaði þennan markfræga herslumun. Þá koma KR-ingar, Holden missir hann frá sér og Anna Þóra gerir þetta vel. Sigrún finnur ekki Dani Joy, Laufey skiptir út til hægri. Þar er það Holden á Fanneyju. Sveiflar vinstri, setur hann inn á fjær. Védís Agla er að skalla þetta frá. Við kannski náum þá að sjá aftur þetta færi sem að Unnur Ír fékk hérna rétt áðan. Sendingi frá Bryndísi algjörlega geggjuð en þarna vantaði aðeins kraftmeira touch hjá Unni til þess að koma honum fram hjá Ingibjörgu. Þessi bolti fór ekki út af, en þessi fór hins vegar út af.
þá er skipting. Það er Erla Karitas Jóhannesdóttir sem kemur inn á fyrir Unni Ýr Haraldsdóttur. Unnur Ýr búin að vera spræk og ógnandi hérna eins og vanalega. Langaði svo að skora, skil það vel, hún var ekki langt frá því. Sjáum hérna þjálfari KR-inga er að fá tiltal fyrir að veita aðstoðardómara tiltal. Það er, ja, menn er allavega að tala saman, það er alltaf gaman að sjá. Anita á Jöpísi, tilbaka á Anitu. Anita séðan með langan Erla Karitas, leggur á stað. Ingunn les þetta vel hins vegar. Frábært pressa hérna hjá Deinu og McKenna. Yfir á Önnu Þóru, á Róbertu. Róberta reynir að finna Sigrúnu, gengur ekki, en þetta er Erla Karitas í pressunni hérna á Ingibjörgu sem að hreinsar hennan út af. Sigrún finnur Deinu Joy. Deina tilbaka á Bryndísi á McKenna. McKenna með Védísi hérna úti hægra megin. Védís kemur inn á völlin, setur hann með vinstri inn á teginn. Þetta er hensa frá, McKenna tekur frákastið. Fer síðan í skotið hér og þessi er inni. McKenna kemur í að yfir. McKenna Hakimi Davidsson með lúmskot þarna sem að Ingibjörg misreiknaði og nær ekki að slá frá markinu og öllum á óvörum er Ía í 8. sæti komnar yfir gegn toppliði KR hér. Og ef þær hafa komið KR-liðin á óvart hingað til í leiknum, þá hlýtur þetta að vera eins og köld vatnsgusa. Ingibjörg nær ekki að slá þennan frá markinu og já, ég ætla að leyfa mér að segja verðskuldu forysta heimaleysins hér. Markið á 70. mínútu. Já. Þær eru búin að bíða lengi, við erum búin að bíða lengi. Það eru margir búin að bíða ansi lengi eftir að fá góða frammistöðu og góð úrslit hérna á heimavelli. Og eins og staðan er akkurat núna, þá erum við að fá það. Höldum áfram, gefum aðeins í þetta. Hún heitir að sjálfsögðu McKenna Hakimi Davidsson. Það fá að leiðrétta það hér. Það er eins og við glöggir ánundu sjá að aðstæður eru þannig hérna á Akranesi að það getur reynst erfitt fyrir markmann í síðari hálfleik í markinu þar sem Ingibjörg stendur, að hún er í vandræðum með sólina sem að skín og lækkar sífellt á loftið eftir sem að líður á leikinn. Þannig að enda var það Skagaliðið sem að valdi sér vallarhelmingi í upphafi leiks. Guðmunda Eva María gerir þetta vel, boltinn og berst út á Laufeyju sem að reynir að þræða hann í gegn. En þetta leikplan hjá þjálfurum Ía með 3 hafsenda línu hefur gengið fullkomlega upp hingað til. Held ég að sé óhætt að segja. Búin að vera ótrúlega traustar hérna Anna Þóra, Anita og Eva.
En aukaspyrna sem Laufey Björnsdóttir tekur, lyftir þessu inn á fjársvæðið og Fanney næra skallanum. En Anita Ólafsdóttir ekki í vandræðum með þennan bolta. Anita langan bolta fram. Sjáum það eru fleiri en Ingibjörg sem í vandræðum með sólina. Þannig voru annað hver leikmaður sem bar hendina fyrir augun. Þessi sending, Ingibjörg þarna tæp á vítateigslínunni. En Erla Karítas klárlega ógn í þessum stungusendingum sem að IA hefur náð að valda svolítið usla í vörn KR hingað til í leiknum. Gríðarlega snögg og vinnusöm Erla Karítas Jóhannesdóttir. Og það IA sem á þetta innkast. Hei. Það koma káringar, Kristín með langan bolta upp í vinstra hornið. Verður of langur og út af áhliðalínu, þannig að IA á innkast hérna nánast upp í hotfána. Þá er það KR-liðið sem að pressar. Anita Hildur kemst fyrst í boltan, Holden. Það er margar hérna Isabella hótar sendingun upp í hotni, kemur síðan með fyrirgjöfuna sjálf. Fanney nær að skalla þetta inn á teginn. Ingunn mætt á svæðið. En það var það Dana Joy sem að reynsar þennan langt fram. Erla Karítas fer í kapphlaupið hérna við Rebekku. En Rebekka átti nokkra metra á hana hérna. Ingibjörg síðan meðan langan fram, Róberta skallar frá. Skaliði heldur boltanum. Dana Joy. Brotið á henni þarna, en leikurinn fær að halda áfram. Og Guðmunda fleytir þessum fyrir, en Isabella of sein í hlaupinu þarna. Já, ég heyrði að þjálfarar IA vildu nú bara fá aukaspyrnuna þarna, en það var lítill hagnaður upp úr þessu. Kannski fullstuttur þráðurinn hjá dómaranum að við erum ekki að það er Kristín sem að kasta fram á Guðmundu. Hún finnur engan annan en Bryndísi Rún sem finnur Sigrúnu McKenna á Dana Joy. Boltinn berst aftur á Hakimi Davidsson. Sendingin ekki vétt í sig, gengur ekki, en Dana tekur frákastið. Dana ætlar sér í skoti hérna, Erla Karítas fær síðan boltan, en sendingin hennar er alltaf framalega fyrir vétt í sig. Það er að skapast stemming hérna í stúkunni. Hildur. Sendingin hennar út af. Anita reynir að finna Dana Joy. Tekst með smá viðkomu í káringi. Kristín á Laufeyju. McKenna með fína pressu. Dana Joy síðan og brotið á henni eða hvað? Nei, tekinn boltinn, segir dómarinn. Védís með fína pressu þarna. Aðeins kæruleysslegt. Kemur síðan langur bolti sem að endar bara hjá Anitu. Það er Berdís Fanney sem að fer í pressuna. Þetta kast erfitt fyrir Róbertu. Róberta gerir þetta eins og vel. Anna Þóra, nú má ekki grípa sig neitt panik hjá IA-liðinu. Hafa sjálfstraust áfram í þetta. Kemur sendingin gegn Isabella, rétt missir á honum hana. Anita
Sendinguna fram á McKenna. McKenna hefur tíma til að snúa. Finnur Deinu Joy. Þá brotið á henni. Ekki margar aukaspyrnur flautaðar í þessum leik. Ég ætla bara að gefa þessum manni hér rós fyrir hversu vel hann hefur leyft leiknum að fljóta. Reynt hagnaðar, að beita hagnaði alveg reynt við öll tækifæri sem að það býðst. Leifir þeim að takast á. Og ekki sífellt að stoppa leikinn. Enda leikurinn verið prúðmannlega leikinn hérna. Beggja hálfu. Kemur aukaspyrna frá Anitu. Inn á fjársvæðið. Deina í baráttunni. Boltinn berst niður til Erlu Karitasar. En hún nær ekki kraft í skotið og Ingibjörg kemur út úr markinu og herðir hann. Þessi spyrna frá Ingibjörgu beint á Bryndísi. Hún finnur McKenna. McKenna er með Deinu Joy úti hægra megin. Hún hefur ágætis tíma. Ingunn til varnar. Fyrirgjöfin beint í Ingunni. En Deinu Joy gefur þetta ekkert eftir. Frábær barátta hérna. Bryndís reynir að þræða hann í gegn hérna á Erlu Karitas. En þá koma káringar. Það er Isabella. Sendinguna inn fyrir en Guðmunda ákveður að láta þennan bolta algjörlega vera, en Anita fylgir honum aftur fyrir. Þá kemur tvöföld skipting hjá KR. Það er að koma inn á leikmenn nummer 13 María Sofía Júlíusdóttir og nummer 14 Kristín Sverrisdóttir. Það er Isabella Sara Tryggvadóttir sem að kemur að velli og Hildur Björg Kristjánsdóttir. Þjálfurum KR þykir nóg komið og ákveða að breyta aðeins til. Spurning hvort að Skagamenn þurfa að vera viðbúnir að koma með ferska fætur inn á, en ekki það að liðið sem að er að spila er að skila mjög góðu verki þegar 10 mínútur eftir hérna, en eflaust búið að taka tölvöld mikið á hér. Ingunn skallar þetta fram á við. Þá skallar tennis hérna. Fín barátta McKenna. En vinnur boltan aftur hérna. Setur hann upp í hægra horni. Erla Karitas eldir. Og boltinn út af og það er Ía sem á innkastið. Það er Védís Agla sem að kastar hérna inn á McKenna. Tilbaka á Védísi. Védís aftur að koma sér í vandræði hérna og ná sér í gult spjald. Eða hvað? Það er hárrétt. En þetta er í annað sinn sem að á stuttum tíma sem að Védís gerir sek að já, ætla sér og hana. Já, þetta var áhugavert. Kemur langur bolti fram. Anita Sól sterkust í loftinu þarna. Og hann skallar hann út af. Kemur sendingin upp í hornið á Kristínu sem að nær ekki að setja hann almennilega fyrir markið. Anita tekur hann upp síðan fyrir rest. 8 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Staðan Ía 1, KR 0. Anita spyrnir langt frá markinu. Holten missir á honum en KR vinnur boltan. Nú má ekki fara að Védís Agla. Virðist nú vera hreint í hana þarna en ekki dæmt. Og nú reynir á andliðu hliðina, myndi ég halda, meira en nokkuð annað hjá Skagaliðinu. Það er haldið áfram að hafa trú á þessu. McKenna reynir að finna samherja, gengur ekki.
þurfa að ná að halda í boltan örlítið meira. Fanney. Kristín Sverrisdóttir missir boltan út af. Það er Anna Þóra sem tekur innkastið fyrir í að reyna að finna Erlu Caritas. Það tekst. Erla nær að snúa eða hvað? Er hann að komast inn fyrir? Nei, Kristins er komin hérna vel yfir til hægri. En Erla Caritas ekkert að gefa það eftir. Sigrún Eva sendingin yfir til hægri. Dana Joy, er hún á undan Ingibjörg í bolta? Nei, Ingibjörg gríðarlega mikilvægt inngrip hérna hjá Ingibjörgu. En áhugaverð sending hjá Sigrún og Evu. Þessi sending í gegnum allt. Anita Sól. Kristín Sverrisdóttir pressar á hana. Þannig að sendingin þessi endar út af. Kemur langt kast fram. Laufey, Sigrún er undan. Laufey gefur það ekki eftir. Anna Þóra hreinsar þetta fram. Beint í fætur á Erlu Caritas. Boltinn tekin af henni, segir dómari leiksins. Eva María skalla frá. Róberta tekur annað touchið og frá. Inga Laufey. Fanney. Róberta hreinsar beint í káring hérna. Anita kemur út úr markinu og grípur þetta. 6 mínútur eftir. Við teljum þetta bara niður. Anita át á Anitu Sól. Anita á Deinu. Hún tilbaka á Bryndísi. Bryndís aftur á Dana Joy. Hún nær að snúa. Læður hann upp í hornið á Védís Öglu. Védís að koma þér. Sendingin fyrir markið ofinnalega. Inga Laufey. Það er að bera boltan hérna inn yfir miðlínuna. Fanney með langan bolta yfir. Ofinnalega eða hvað. Védís sendinguna tilbaka. Og Anitu sem að hreinsar fram. Deina skallar hennan út af. 5 mínútur eftir. Kristín fær hann aftur. Hún mista pressa hjá McKenna hana. Kristín sendingin á Guðmundu. Hún var rámstæð. Laufey Halldórsdóttir virðist vera búin að gera sig klára og varamannabekk í að. Dani hefur verið mikið í byrjunliðinu í meiri vörn í að eins á miðjunni aftarlega. Er á bekknum í dag. Róberta missir boltan frá sér. Inga Laufey sendingin fram. Sigrún Eva sendir hann fram tilbaka. Rebekka tekur frákastið þar. Kemur hún á Laufeyju. Laufey út til hægri. Þessi sending frá Maríu Sofíu ekki nógu góð. Fanney hins vegar hirðir boltan. Kemur honum á Guðmundu. Guðmunda komin inn á tegin. Tapar boltanum í augnablik. Setur hann fyrir markið. Þetta er ennþá á lífi. Kristín og McKenna braut nú á henni. Virtist vera hérna. En ákvað að láta þetta vera Ingunn. Með langan bolta fram á Anitu Sól sem að lyftir honum hátt upp í loft. Védís tekur hann vel niður hérna. Anita hreinsa fram. Káringar vinna boltan en Ía hirðir hann aftur. Rebekka kemst inn í þessa sendingu. Geysist fram á Kristínu sem að reynir að setja Laufey í gegn. Anita kemur út úr markinu og hirðir hann upp. 3 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Það eru búin að berjast mikið fyrir þessari stöðu sem þeir eru í núna. Skaga konur. Róberta tilbaka á önnu. Anna kemur með hann langan fram. Erla Caritas fer í eldingarleiki. Nei, hún hætti við það. Það var Ingibjörg í marki KR. Í næsta pressa Erla Caritas.
Dagný Halldórsdóttir býður ennþá á varamannabekk. Boltinn ekki farið úr leik núna í töluverðan tíma. Ingunn með langan bolta fram. Eva María reynsar það frá. McKenna, erfið snerting hjá henni. Kristín sendingin átti að fara inn fyrir, endað á Anitu Sól. Kemur langur bolti, Anita kemur út úr markinu og er á undan Bergdísi Fanny í þennan 2 mínútur eftir. Anita kastar hinn út á Védís Öglu. Védís langan bolta fram en Íaliði kom með boltan aftur, sendingin inn fyrir. Erla Caritas er á eftir Rebekku í boltan, hún heldur áfram að pressa. Kemur langur bolti frá Ingibjörgu. Bryndís stoppar þetta en Inga Laufey til hægri á Fanneyju sem að reynir sendinguna í gegn. Eva María skallar frá. Laufey finnur Kristínu og broti á henni. Þá kemur væntanlega skiptingin eða hvað? Dagný Halldórsdóttir er að koma. Já, Sigrún Eva Sigurðardóttir kemur af velli. Hún har spilað vel eins og allt Ía-liðið og ég verð að viðurkenna það. Ég er bara í tómum vandræðum með að koma upp með, við erum vanir því að velja heimamann leiksins. En Dagný Halldórsdóttir kemur inn á djúp á miðunni, heyrðist mér að segja. Það er Ingibjörg Valgeirsdóttir sem að tekur þessa spyrnu inn á vítateiginn. Boltinn berst í gegnum allan pakkan. Það var Káringur sem fleytt honum áfram. Og þá rennur venjulegu leiktími út áður en að Anita setur þennan bolta í leikhaldi aftur. Anita með langan bolta frá. Nú er bara spurning hversu miklu hefur verið bætt við. Rebekka nær ekki að reynsa þennan frá. Bryndís vinnur boltan af henni, kemur honum á Deina Joy. Deina brotið á henni. Erum við að verða vitni hérna af fræknum sigri. Það er eiginlega svo skilið að ná að halda út eitt svona leik 3 mínútum bætt við eftir því sem að ég tel mig vita best. Mikil barátta þarna inn á teignum. Ingibjörg enda með boltan. Það þarf Ía-liðið að rúa sér tilbaka. Ingibjörg kemur með langan. Védís Agla fer á móti boltanum. Setur hann út af. 1 mínúta búin af uppbótartíma. Kristins kastar hérna beint á Védísi Öglu. Deina Joy gerir þetta frábærlega. McKenna á Erlu Caritas. Erla nær að halda þeim aftur fyrir aftan sig hérna. En ég er búinn að gera upp hugminn af heimamönnum, finnst mér þó. Deina Joy Sheriff búinn að bera af þó að sé valla hægt að segja það. Af því að þær hafa allar staðið sig alveg ótrúlega vel. Liðsheildin gríðarlega sterk en Deina Joy með bara hreinlega með vinnuseminni. Fær mitt atkvæði og það er eina atkvæðið sem að er talið. Laufey. Dagný nær að stoppa þetta. Kristín fer síðan í skotið og jafnar metin fyrir KR með ótrúlegu skoti af löngu færi. Sjáum þetta aftur hérna. Það er varamaðurinn Kristín Sverrisdóttir með þrumuskot af löngu færi og þetta er svo sárt. Þetta er svo sárt fyrir Ía-liðið sem hafa búið að vinna gríðarlega mikið fyrir því að fá 3 stig hér. En þetta er ekki búið.
Það verður Védís Agla sem kemst hérna með smá hlaupabraut fyrir fram að sig. Hefur hún orkun í það? Nei, hún er aftrengt hérna og brýtur síðan af sér en leikurinn fær að halda áfram. Anita setur hann út til hægri, það er Dana Joy, Sheriff. Hún er með Erlu Karitas inn á tegnum, fer áfram upp í hornið. Setur hann út í teginn, McKenna var þar, Védís Agla tekur við boltanum. Og reynir að finna Dana Joy, fær innkast. Uppbóta tíminn, sennilega liðinn. McKenna missir boltan hér, þá koma káringar. En Dagný Halldórsdóttir vinnur hann fyrir Ía og fær innkast. Kastar hérna langt fram. McKenna nær ekki til boltans, Dagný missir á honum. Þá er það Guðmunda. Dagný reynir hann á boltan maðurinn, tekst ekki. Guðmunda er ennþá með boltan. Með Holden, hægra megin. Ætlar hann að láta þetta halda áfram hér. Þá er flautað til leiksloka. 1-1 í jafntefli. Og við sjáum hér vonbrigði Skagaliðsins leyna sér ekki. Þær voru búin að vinna svo mikið fyrir þessum sigri og já, ég ætla að leyfa mér að segja það þó ég sé ekki alveg hlutlaus í þessu að þær hefðu átt að skilið með við vinnuna sem þær lögðu í leikinn og hvernig þjálfararnir lögðu upp leikinn. Káringar ná að bjarga sér fyrir horn hér en með svona frammistöðum að þá hef ég hins vegar ekki áhyggjur af því að Ía nái að rífa sig upp töfluna á komandi vikum. En það er bara að mæta með þetta hugafar og með þennan ákafa í leikina sem framöndan eru. Áður en við hættum þá skulum við rifja upp mörkin. Það var fyrst McKenna Kimi Davidson sem að skoraði með þessu skoti hér. Ingibjörg nær ekki keimlík mörk að mörgu leiti en það var síðan Kristín Sverrisdóttir varamaður þeirra káringa. Það settu mikla pressu. Sjáum að Anita er töluvert framalega í markinu og vindurinn er akkurat hliða vindur hérna frá brekkunni sem að hjálpaði þessum bolta. En káringar sleppa með skrekkin hérna og komast með 1 stig tilbaka. En frábær leikur, skemmtilegu leikur og við vonum að Skagaliðið taki þessa framistöðu með sér inn í verkefnin framundan. En Örn Arnarsson heiti ég og við erum búin að lýsa þessum leik fyrir ykkur og stjórna þessari útsendingu. Með mér eins og ég kom inn á hérna í upphafi var Ingimar Elvar Ágústsson á myndavélinni. Ég þakka honum fyrir vel unnin störf og ég þakka ykkur kærlega fyrir að horfa. Annað kvöld taka Káramenn, ekki missa því, en þangað til þá bið ég ykkur vel að lifa. Takk fyrir okkur í kvöld. Tríó mánaðarins, 1840 kall stykkið, 3 stórar pítsur á sjóðheitu tilboðsverði, ef þú pantar á netinu eða með appinu, greiði fyrirfram og sækir. Dominos.